já. Heyrðu, þá erum við byrjuð í upptöku og ég ætla að fá að séra með ykkur hérna kynningu sem við ætlum að kynna í dag. Þið sem þekki mig ekki, þá heiti ég Inger Hlín Pálsdóttir og er að vinna með Austurbrú núna og fæ þann heiður að vera fundarstjóri og fá að halda smá kynningu í byrjun áður en við fáum aðra til þess að halda kynningar líka. Dagskráin er svona í dag að við ætlum að tala um sumaráætlunina fyrir innanlandsmarkað og það er svona aðeins að fá nótur af það. Við erum að hugsa um innanlandsmarkaðinn í dag, við erum að hugsa um Íslendingana, við erum að hugsa um hvernig við nálgumst þá í sumar og svo erum við líka að vinna þá í framhaldinu varðandi veturinn og annað og pæla í erlendi markaðssetningu. En í dag erum við að fókusera á hvernig við ætlum að nálgast innanlandsmarkað. Og við viljum gjarnan líka bara fá frá ykkur komment, þetta er ekkert eiginlegt og eitthvað endanlegt, þetta er bara þess að fá komment og hugmyndir frá ykkur. Þannig að þegar við hefum farið í gegnum alla kynningarnar, þá viljum við gjarnan eiga smá spjall og spurningar með ykkur og svona pælingar sumarið og hvort það er eitthvað annað sem að þið sjáið eða eitthvað sem að mætti betur fara eða bara eitthvað bara allt annað sem ykkur dettur í hug. Og við erum búin að liggja svolítið yfir þessu undanfarið og erum búin að gera svolítið heildstæða og góða áætlun að við teljum og ætlum svona að skipta milli okkar þeirri kynningu í dag. Ég ætla að biðja ykkur að setja alla á mute kannski, sem eru ekki að tala svo við fáum engin auka hljóð. En það sem að mér langar líka að biðja ykkur að við erum að hafa spurningar í lok kynningana, þannig að við getum haft þetta svona strúktúrerað og þið getið verið búin að fá heildarmyndina af öllu því sem við erum að fara að gera. Þannig að endilega skrifið hjá okkur spurningar og annað og höfum þetta bara svona létt og skemmtilegt. En til þess að byrja, þá ætla ég að tala um áherslu markmið og mælikvarða, síðan mun Ingvar Örn taka við og tala um samfélagsmiðla og vefsíður, Sigfinnur mun tala um Austurlandsappið og upplifir.is, birtingaráætlun og almannatengsl og viðburðir með Jónína fjalla austfirsk matvæli í austfirskum verslunum mun Halldóra Dröfn fjalla og svo samstarfsaðilar ertu með í ferð eins og við köllum að mun Adda eða Arnfríður fara yfir. Og þið þekkið örugglega öll þessi nöfn, örugglega betur heldur en ég næstu því, en við erum alltaf öll hjá Austurbrú í þessu. En til að byrja, áherslu markmið og mælikvarðar. Til að byrja með, þá kannski langaði mig að rifja þess upp það sem að fóru okkur á milli á fundi sem við áttum með ykkur núna 16. mars, þar sem við aðeins pældum í hvað mætti betur fara og hvernig staðan væri. Þið komum með það sem þið voru ánægð með, þið ræddu líka hvaða áherslur og tækifæri þið teldu okkur hafa og svo fram eftir götunum. Og svo kynning var send til ykkar á sínum tíma eftir þann fund, en þetta eru svona helstu punktar sem koma fram. Og þeir voru ánægð með vörumerkið og árangurinn, þið töluðu samfélagsmiðlana og áhrifavaldana, Austurlandsappið, samstarfið á morgunfundina og svo að það væri svona byrjað að huga að sumrinu. Annað sem ég nefndi sem varðandi áherslur og tækifæri, þá voru það svona innri markaðssetning og efling innan svæðisins sem þið töldu vera liggja ákveðin tækifæri og áherslur. Og síðan var rætt svona skilaboðin, efnismiðlun og dreifinguna að við getum fjallað meira afþreyingu, bæina og menninguna og svo framvegis. Annað sem ég nefndi líka var Austurlandsappið, það ætti mikið inni og vefurinn og svo það að cross-selja. En við nefndum það líka á þeim fundi að cross-selja er kannski meira það sem að þið sjálf þurfum við að huga að en allt annað getum við unnið með ykkur í þessu. En ef við horfum svona aðeins inn á ferðalög framtíðarinnar og og ég bara aðeins að færa ykkur til hérna svo ég sjáu hvað þetta er. Ef við horfum aðeins inn í ferðalög framtíðarinnar, þá langaði mér svona aðeins að nefna þetta. Skipt er svona miðill á netinu sem ég mæli alveg með fyrir ykkur öll, þeir eru ekki nú þegar að fylgja þeim eftir. Það er reyndar að kaupa áskrift á ákveðnum hlutum, en þeir eru oft með góða punkta og gaman að fylgjast með þeim og þeir svona huga mest að Bandaríkjamarkaði en líka svona alþjóðlega. Og þeir tóku saman það sem við köllum svona trendin fyrir 2025, en þess að þeir sögðu að það var ekki hægt að horfa á trendin fyrir 2021. Það var alltaf mikil óvissa og vildu horfa inn í framtíðina. Og mér langar að lesa þessa setningu vegna þetta paragraf frá þeim, af því að mér finnst þetta tengjast öllu því sem að við erum að pæla og þeim hugmyndum sem að þið hafið og falla mjög vel að Austurlandi. En þeir segi hérna, as a part of this new decisiveness, visitors are embracing the slow travel movement, soaking the fewer attractions in their wanderings, and getting more out of each. They'd rather make stops along the way and take an unanticipated turn toward a small village that just came into view.
instead of speeding 80 miles per hour along a highway to add another tourist magnet to the refrigerator. Yes, many travelers in 2025 seek a more intimate, meaningful and soulful trip experience. Og ég held að við séum í bæði hvort sem við erum að tala innanlands eða erlendis þá eigum við mikið inn í þessu að horfa til og höfum verið að nýta það í allri mörkun Austurlands vel í gegnum tíðina og eigum fullt inn í þar. Það sem við ætlum að gera núna í sumar að við ætlum að halda áfram og að tala Austurland ævintýri líkast eins og hefur verið gert síðasta ár allavega. Við ætlum að fókusera á tvo hluti. Við ætlum að fókusera á hashtaggi Austurland og taggið Visit Austurland. Við höfum verið með fleiri tögg heldur en þetta, en þetta sem við ætlum að fókusera á núna. Og inntakið mun allt snúast af því að koma því að framfæri að hér séu 6 ferðaleiðir að ævintýrum. Og það það sem við ætlum að fókusin á. Hér eru ævintýri og hér eru 6 ferðaleiðir sem við ætlum að kynna fyrir umheiminum okkar hérna á Íslandi. Tónninn okkar verður áfram að við erum skemmtileg, við erum orkumikil, við erum gestrisund og við komum óvart, við breytum því ekki neitt og höldum okkur við það. Markmiðin okkar, sameiginleg markmið og nú ætla ég svona að huga að þessu og útskýra að þegar við tölum sameiginleg markmið það það sem við öll saman á Austurlandi getum gert og í sumar þá ætlum við að fjölga íslenskum gestum sem ferðast á Austurland og við ætlum að auka fjölda þeirra íslensku gesta sem ferðast allt Austurland. Og það erum við auðvitað að gera með því að fara í markaðssetningu og vekja athygli á öllu því sem Austurland hefur upp á að bjóða. Og við höfum aðeins verið að rýna í tölur og ég fer aðeins yfir þær á eftir. En síðan erum við líka með það sem við kallum innri mælikvarða á því sem við erum að gera með markaðsaðgerðunum okkar og hvað að koma út úr þeim. Og þá eru það markaðsaðgerðir Austurbrúar. Og það sem Austurbrú ætlar í sumar að stuðla því að frá maí og september að við ætlum að auka sýnileika Austurlands á sumarmánuðum í miðlum innanlands og koma ferðaleiðunum á kortið hjá íslensku ferðamönnum. Við ætlum að auka fjölda þeirra sem hlaða Austurlandsappinu niður úr 11.000 í 15.000. Við ætlum að fjölga fylgjendum á samfélagsmiðlum 20%, þá erum við að horfa sérstaklega á Instagramið úr 6.000 í 7.200. Við ætlum að hvetja notkunar á hashtaginu Austurland, svo aukið frá 17.000 í 19.000 og við ætlum að auka heimsóknir á vefsíðum 10% frá því í fyrra. Og það svona okkar markmið og svo tökum við stöðuna í haust. En ef við horfum á tölurnar innanlands, heildartölurnar og gistinæturnar, þá eru ekki komnar heildargistinæturnar frá Hagstofunni en leið við fáum þær að þá setjum við þær upp. Við erum hins vegar með fjölda gistinætta á hótelum og við sjáum það jókst hátt í 38.000 skildist mér á síðasta ári cirka og ég set markið hátt og við ætlum að fjölga þessum 10% á árinu í sumar og horfa til þess að við séum að fá ennþá meiri köku með því að vekja athygli á okkur. Og þetta svona sett fram til að setja okkur einhver benchmark og geta hringt í það hvernig gekk eftir sumarið. En að samaskapi þá verðum við huga því að við fáum ekki allar þessar tölur fyrr en seint. Við líka horfum á tölur frá Ferðamálastofu þar sem að markmiðið að horfa til þess hvaða landshlutar voru heimsóttir á ferðalögum 2020 og þannig eru þeir að mæla að það voru 40% sem heimsóttu Austurlandið og við viljum fara í 45% þetta. Við viljum stækka kökuna okkar þarna. Við viljum líka sjá að þeir sem að koma á Austurlandi og heimsækja það, þeir fari víðar og heimsækja fleiri staði. Þannig við höfum sett 5% á það að hver tala þarna hækki 5%. Við getum ekki haft áhrif á því hvaða staðir eru þarna, en við getum hins vegar séð þá dreifinguna á því hvert fólk fór. Og líka viljum við kannski sjá fleiri staði poppa upp hér með svona stórum stöðum í framhaldinu. Annað sem við teljum að við getum líka horft til að í fyrra að það voru 3,55% þeirra sem var ferðagjöfin notuð í 3,55% þeirra var hlutfallið fór á Austurland og við viljum sjá það hlutfall miklu hærra núna í sumar og sjá einhverjar prósentutölur hækka þarna. Ef við færum okkur úr tölum og pælingum og svona veltum fyrir okkur leiðarljósum okkar og áherslum með markaðssetningu að þá þetta hluti til beint upp úr áfangastaðaáætluninni okkar en samt þó með smá tvisti. Við ætlum að segja, og þetta inntakið í því sem við erum að gera, þetta ekki auglýsing, þetta inntakið í því sem við erum að gera.
Austurland heillandi áfangastaður fyrir íslenska ferðamenn sem hafa áhuga á ósnortinni náttúru, ósvikinni raunverulegri upplifun og sköpunarkrafti. Hér finna endalausa möguleika á að rannsaka fallega náttúru, njóta matar á svæðinu og upplifa ógleymanleg útivistarævintýri. Að ógleymdu að vera frábær kostur fyrir fjölskyldufólk. Við höfum sett upp 6 ferðaleiðir fyrir ykkur til að njóta og fá sem mestur ferðalagi ykkur Austurland. Og ferðaleiðirnar sem við erum að horfa til eru Austurströndin, Flakkaðanfirði, Hálendishringur, Náttúruleiðin, við Ysta haf og Fljótsdalshringurinn. Og ef við horfum kannski bara svona til gamans á það að stjarnan okkar sem einkennandi fyrir Austurlandi, þá hún líka með 6 arma, þannig að þetta passar ágætlega inn í það umræðu. Ferðaleiðirnar eru ekki tilbúnar inn á netinu en þær fara inn og hér vantar Fljótsdalshringinn, hann verður bætt við. Þetta inn á austurland.is og síðan mun þetta líka fara inn á nýjan vef Austurland.is eða East.is. Þetta verður á báðum stöðum sýnilegt þar sem það verða kort sem þú getur zoomað inn á og svo framvegis. Og við erum að endurbæta texta og fleira í þessum töluðu orðum. Ef við horfum svo bara á markaðstækin okkar í heild sinni og við ætlum að fara yfir þetta í dag, þá erum við að vinna með samfélagsmiðla áhrifavalda, við erum með vefmiðlana á öppin, við erum með ákveðið útgefið efni, við erum með að vinna með ykkur sem samstarfsaðilum, við erum með ákveðna birtingaráætlanir, viðburði og verkefni og almannatengsl. Og þetta erum við búin að skipta á milli okkar í dag og samstarfsfélagar hér munu fara yfir í framhaldinu. Þannig að ég ætla að gefa Yngva orðið og hætta að deila og vona að þið hafið fengið góðar upplýsingar og við förum svo betur yfir þetta og spjallum á eftir varðandi þetta. Þannig að gera svo vel, Yngvi. Takk fyrir. Það ætla ég að sjá hvort að mér takist ekki að deila þessum skjá hérna. Já. Svona. Er kenningin komin hérna? Nei. Já. Hvað nú í gangi? Ég hægt að sér allavega. Sjáu ekki skjá hjá mér? Nei, Örugglega með leyfi til að deila. Jú, ég allavega má deila hérna, sko. Desktop 2. Það eiga allir að geta deilt. getur verið á þurfa að taka getur verið á þurfa að taka tölvunarsambandi við stóra skjáinn. Já, það bara mjög oft gerðu bara sér, þú veist, allt ekki. Ég verð alltaf að gera það hjá mér. Já. Sjá, ætla að prófa að taka á sambandi hérna. Gaman að þessu að hvað sé hérna. Það er rugl í gangi hérna. Annars ég með þetta hérna og ég get kveikt á þessu ef við. Svona, er þetta komið? Já, en við sjáum allan skjáinn, finnst mér. Já, svona, komið. Svona, já. Ég ætla að tala vefina á samfélagsmiðla. Við erum að fara að lansa nýjum East-vef núna og það verður 17. maí. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur hann. En hann verður vefur fyrir gesti og ferðamenn jafnt innlenda sem erlenda sem eru að koma á Austurland. Þannig að við komum til með að færa með tíð og tíma allt ferðatengt af Austurlandi yfir á East og Austurland verður meiri vefur fyrir íbúa með alls konar. Þannig að við bara byrjum á því að kíkja á vefinn. Eru þið með hérna Zoom gluggan líka inn á skjánum hjá ykkur? Já, þetta sést. Við sjáum alveg. Þetta ekki að sýna okkur. Nei, þú ert ekki að sýna okkur fundinn, sko. Nei, gott. Ég er með það hérna inn á hjá mér. Já, ég veit. Já. En þessi vefur fer í loftið 17. ef allt gengur eftir og ég held að það sé alveg mjög djarflegt. Við erum komin á þannig stað að þetta er að fara að gerast. Þetta er mjög langa fæðingu og það verður allt efni ætti að verða miklu aðgengilegra inn á þessum vef. Við verðum með náttúru staði, top destinations, þannig að okkar gullleggin okkar, það má kalla það, og svo náttúrulega bæina, gönguleiðir,
ósnortna staði og staði sem henta fjölskyldu. Og tökum alveg förum mjög vel inn í öll menningarmál, listir, tónlistarhátíðir og annað, baðstaði, allar ferðaleiðirnar, appið og fleira. Þannig að það verður allt mjög aðgengilegt inn á þessum veg. Bannerinn þannig að við getum stillt honum upp þannig að við getum verið með alls konar bannera. Þannig að það hægt að ákveða þess vegna fram í tíman, hvað við viljum leggja áherslu á. Og þess vegna vera með nýjan banner á hverjum degi eða random eða hvernig sem er. En ég ætla bara rétt að renna hérna yfir. Þetta miklu myndrænna og fínna og ferðaleiðirnar fá alveg mjög góðan sess hérna. Og hérna til dæmis eins og Highland Circle, ef við bara rétt kíkjum inn, þá leiðin sjálf verður líklegast ekki komin inn á kortið í lánsi, þannig að við ætlum að reyna að redda okkur með því að setja bannermyndir efst. En svo verða allir staðir aðgengilegir, hægt að velja ef þú velja staðina sem þig langar til að fara og þá býrðu til selection sem verður til hérna efst í vefnum og svo þetta að skoða á korti. Þannig að og þið sjáu eins og hérna, þá þetta Highland-leiðin en það vantar í rauninni veginn og hann kemur vonandi bara mjög fljótlega. Ég hef bara ekki viljað vera að böggast í þeim af því að það hafa verið dálítið margir böggar sem hefur þurft að laga. Ég ætla að leyfa þeim að klára það eða við áður en að við förum að bæta einhverju inn. En já, eins og bara við rúlum aðeins neðar, þá getur þú fengið upplýsingar hvað þú þarft að hafa með þér þegar þú ert að ferðast á hvaða tíma ársins. Bæirnir, experience, þetta svæði sem við sjáum til okkar að verði rotation á. Þannig að við getum verið með fleiri flokka og það rótira svolítið hvort sem við ákveðum það manuált eða það gerist automatist á vefnum. Top destinations. Þá fær þetta fá þessir aðstæður. Sinn sess á forsíðu, viðburðir. Þetta ekki búið að uppfærast að þetta ennþá inn á vinnslusvæði, þannig að það vantar inn einhverja þarna. Praktist og blogg. Og þetta eitthvað sem þið með gjarnan nýta ykkur og vera í sambandi við okkur með því að við viljum gjarnan fá blogg frá ykkur. Og eins ef þið vitið af ykkurum skemmtilegum pennum eða fólki sem að gera eitthvað áhugavert og vil skrifa og koma því á framfæri, þá myndum við gjarnan vilja heyra af því. Svo náttúrulega verður tengingin og social media og það allt saman. En hann verður vonandi komin í loftið bara miðja mánuðinn eða 17. Austurland.is, ég ætla ekkert vera að fara þangað inn en það sem við erum að fara að gera þar, við bætum inn svæðisskipula Austurlands, störf og staðsetningar, það kemur flokkur menningu og fleira, þannig að hann verður meira stílaður inn á íslenska markhópinn en samt sem áður verður alveg náttúrulega fyrir alla. Og það verður bein tenginga af Austurland.is yfir á Íst.is, þannig að ef þú vilt skoða eitthvað tengt ferðalögum þá ferðu yfir á Íst. En svo það samfélagsmiðlarnir, við ætlum að reyna að vera svolítið bara fjölbreytt og skemmtileg á samfélagsmiðlum, sem reyna að sýna sem mest frá, náttúrulega bæði vera með náttúrutengda pósta eins og höfum rosalega mikið verið í, en við erum líka að fara í menningu, activity og náttúrulega tónlistarhátíðir, listahátíðir, allt sem í gangi og við viljum gjarnan verið miklu meira samstarfi við ykkur. Að heyri í ykkur með það sem að gerast hjá okkur. Og þeir myndu vera duglega við að tagga okkur og fylgja og við myndum þá að deila áfram í stories og á Facebook hjá okkur því sem að gerast. Á Instagram þá ætlum við að keyra eingöngu á Visit Austurland Instagraminu og vera með statusunum bæði á íslensku og ensku. Austurlands Instagramið bara það lítið, það hefur aldrei verið byggt upp, þannig að við höfum miklu meira verið á Facebook þar, þannig að við heldum að það sé bara betra að vera með eitt Instagram með öllu, en það líka alveg þannig að það sem við Íslendingar höfum áhuga og það eru líka erlendu ferðamenn sem hafa áhuga á því, þannig að þetta ætti alveg að geta unnið mjög vel saman. Áherslunar eru náttúrulega ferðaleiðirnar og þá staðir sem áfangastaðir innan ferðaleiða sem hægt að fjalla og tengja inn á ferðaleiðirnar í samfélagsmiðlapóstunum.
alls konar afþreying, bara sama hvað hún heitir. Ef hún spennandi og skemmtileg þá viljum við gjarnan fjalla hana. Menning og listir, matur, við viljum tala veitingastæði og annað sem þannig varðandi áhrifavaldana þá ætlum við að reyna að vera með samstarf við 2 áhrifavalda í sumar. Annars vegar langar okkur rosalega mikið í fjölskyldutengt og erum að reyna að vinna í því að fá fjölskyldu sem með ljósmyndara innanborð sem góður á samfélagsmiðlum af því okkur vantar mjög mikið content fyrir fjölskyldur. Það svona það sem erfiðast að nálgast. Og eins ætlum við að vera duglega við að deila viðburðum sem í gangi í sumar til að sýna hvað mikið að gerast. Og það svo ótrúlega mikið að gerast á Austurlandi, þannig að það mjög sterk leið fyrir okkur til þess að vera sýnileg. Og varðandi ljósmyndabankann þá erum við bara að reyna að finna út stefnu sem virkar. Við þurfum að halda miklu betur utan um myndir og koma þeim inn í einhvers konar system að við ætlum að halda þessu áfram bara út af alls konar réttindum ljósmyndara og fleira. Réttum upp á og líka bara upp á að geta flokkað myndina niður fyrir hvern og einn, þannig að það eitthvað sem í vinnslu og við erum að skoða, en ef ykkur vantar myndir þá mæði endilega vera í sambandi við mig því ég get hjálpað til með að finna til myndir sem hægt að nota og þekki réttin á öllum myndunum. Þannig að það bara að gera heyra í mér. Varðandi sumarið þá erum við bara fullu í að vinna í að klára Íst núna, það í algjörum forgangi og við komum til með að vinna nýtt content inn á hann og Austurlandi í sumar. Appið náttúrulega heldur alveg áfram, Siffi talaði það eftir. Við verðum með 3 til 4 pósta á viku í sumar inn á samfélagsmiðlum, bæði inn á Instagram og Facebook. Og það fastir póstar sem verða skipulegar fyrir utan þá deilingar og ef það koma upp póstar sem við viljum sýna eða deila. Og svo munum við vera að taka líka myndir fyrir myndabanka og upplifu og fleira. Svo það bara að vera duglega að taka og vera duglega að deila frá hvort öðru og vinnum saman. Og cross-posta. Ef eitthvað til dæmis að kaupa rosa fína vörur frá einhverjum og að posta Instagram-myndum, þá má endilega taka þann sem hún að versla við og upp á að veita athyglina og deila líka spennandi postum. Og svo með líka gjarnan vera duglega við að líka við Austurland og postana þar og deila þeim og vera sýnilega því að þetta organic reach það svo miklu dýrmætara heldur en keypt og við erum að reyna að stækka organist eins mikið og við mögulega getum. Og svo með bara gjarnan vera í sambandi með óskir. Ef það eitthvað sem þið viljið koma á framfæri, deila, eitthvað sem við getum gert betur. Og það mjög mikilvægt ef það eitthvað sem þarf að laga hjá okkur að heyra í ykkur. Þannig að já, það held ég að sé komið hjá mér. Flott, takk Yngvi. Þá ætlar þú að deila og Sigfinnur ætlar að taka við. Yes. Gekk þetta? Þú veit miklu klárar en ég í þessu greinilega. Ég veit það. Já, Sigfinnur ég ætla að tala eins við ykkur Austurlandsappið og þennan nýja ferðavef sem upplifðu.is. Ég ætla fyrst aðeins að halda áfram með það sem Yngvi var að tala og bara það hvernig við getum unnið saman eða þið sem fyrirtæki og samstarfsaðilar getum unnið saman á Instagram og það í rauninni einhver sérstakur galdur á bakvið og það bara það sem eins og Yngvi sagði, bara að taka hvort annað og vera duglega að merkja við hvort annað ef það eitthvað spennandi í gangi. Þá þetta kannski ekki við alla en fyrirtæki geta crosstengst á samfélagsmiðlum með því að deila og að taka hvort annað. Og eitthvað tilboð eða eitthvað spennandi nýja vöru hjá einhverjum fyrirtæki, þá að gera að deila því svo að það komist til fleiri fylgjenda eða fleiri aðila. Og kannski það sem bara mikilvægast í þessu
þegar við erum að deila eða deila færslum að vera bara svolítið jákvæð í allir umfjöllun Austurland og önnur fyrirtæki og auðvitað erum við öll í samkeppni en við erum líka samstarfsaðilar og það við græðum öll á því ef við erum bara frekar jákvæð í umfjöllun bæði Austurland, Austurbrú og önnur fyrirtæki. Og eitt af þessum sem einhver talaði um áðan voru hashtökin og ég ætla svona rétt bara að fara rétt yfir hashtök og hvernig þau virka ef að fólk ekki alveg með það á hreinu. Þetta eru semst þessi 2 hashtök sem við erum að nota. Það hins vegar Austurland og annars vegar East Iceland. Þegar þetta er skrifað þá eru 18.000 myndir birtar undir hashtag Austurland og 37.000 undir East Iceland sem að segir okkur að sé alveg einhver nýting á þessum myllumerkjum. Instagram býður því miður ekki upp á það að sjá hversu margir að fylgja þessum hashtökum en þessar tölur eru allavega að segja okkur að það séu einhverjir að fylgjast með og hashtök virka þannig að þú getur followað þau og fólk followar ákveðin hashtök til þess að skoða ákveðin svona viðfangsefni sem það hefur áhuga á og þannig getur til dæmis ferðamaður sem hefur áhuga á að heimsækja Austurland flett upp hashtaginu East Iceland eða Austurland og fengið hann fullt af myndum frá landslutanum og jafnvel upplýsingar sem munu koma til með að nýtast honum á þessu ferðalagi sínu landið. Þannig að þegar þið eða fyrirtæki að merkja þessar myndir með þessum hashtökum þá miklu líklegra að myndin eða póstarnir ykkar nái til breiðari markhóps. Það bara ekki bara til þeirra sem að endilega fylgja ykkur, heldur líka þeim sem eru að fylgja þessu hashtagi. Og best að nota bara einföld og lýsandi hashtag. Maður sér ofta fólk að nota svolítið flókin og löng eins og þetta sem ég tek dæmi þarna, hashtag fallegu dagur og héraði. Það ekkert mjög vænlegt til vinnings. Það eflaust ekki margir sem að fylgja þessu hashtagi og þá í rauninni ekkert að gera neitt, þetta hashtag ekki að gera neitt fyrir myndin annað en að bara að vera fyrir. Það hægt að fara inn á síðu tophashtags.com og það getið séð þessi helstu hashtag sem að nota í heiminum. Það þarf ekkert að vera að nota þessi allra vinsælustu ekki en þetta svona kannski gefur ykkur aðeins betri sýn yfir það hvernig hashtag virka og hvaða hashtag maður á að vera að nota þegar maður að birta myndir og færslur inn á samfélagsmiðlum. Og svo eins og Yngvi sagði bara tagga okkur Visit Austurland bæði í story og færslum og svo sömuleiðis náttúrulega samstarfsaðila. Þannig að við getum deilt ykkar efni áfram til okkar fylgjenda ef það eitthvað spennandi og skemmtilegt í gangi. Að Austurlands appinu, eins og flest viti þá vorum við að gefa út nýja stóra uppfærslu á Spar Austur, þar sem að appi tók miklum breytingum og heitir í dag Austurland eða Austurlands appið og hefur í rauninni mun víðara og svona breiðara notandagildi en það hafði fyrir árið síðan þegar við launchuðum því fyrst. Þetta ekki bara lengur vettvangur fyrir notendur að sækja sér tilboð eða fyrirtæki að koma sínum tilboðum á framfæri heldur erum við búin að bæta við þjónustaðilum, viðburðum, fasteignum, störfum og ferðaleiðum. Og þannig að þetta orðið miklu svona víðtækara heldur en það var þegar þetta var svona eiginlega bara kennt við einhver tilboð. Og markmiðið okkar hefur kannski þannig séð ekki breyst með þetta app en markmiðið að geta boðið bæði ferðamönnum jafnt sem heimamönnum upp á fjölbreytt og spennandi tilboð allan ársins hring. Og draumamarkmiðið kannski, draumamarkmiðið okkar að fá alla þjónustuaðila á Austurlandi inn í appið og að því hvort þið séum með tilboð í gangi eða ekki. Bara út frá því að notendur geti séð hvaða þjónust í boði í landslutanum. Og sama á við viðburði á Austurlandi, að þeir verða allir sýnilegir í appinu. Við erum svolítið sýnilega með hvað við erum að gera og hvað það mikið í boði á Austurlandi, bæði hvað varðar þjónustu og viðburði og störf og allt. Við erum farin á fullt með markaðssetningu á appinu, bæði í prentvef og útvarpsmiðlum og vonandi skila það bara góðum árangri. Appi fór mjög vel á staði fyrra og eins og Inga sagði þá voru þetta 11.000 mann sem að sóttu appið og það var alveg fullt af flottum og skemmtilegum tilboðum í gangi en fór svolítið að dala þegar fór að líða á veturinn og umtali minnkaði aðeins. En það svona okkar trú eða mín trú að með þessari stóru uppfærslu og þessari aukinni markaðssetningu
þá getum við gert appið að einhverjum svona heilsástæki og einhverjum hversdagslegum hlut heimamanna og ferðamanna þegar það koma Austurland, að það sé bara vitað að þegar þú kemur á Austurland þá ertu með Austurlands appa því þar eru frábær tilboð, þar getur þú séð alla þjónustaðila og alla viðburði og bara þetta verði svolítið rótgróið en það er náttúrulega ekkert sem við gerum bara ein með einhverju markaðssetningu. Þetta er lifandi verkefni og þetta er í stöður í þróun og þetta er ekki eitthvað sem er bara onni í skúffi hjá okkur í Austurbrú og engin annar má sjá eða snerta. Við eigum þetta öll saman, við fyrirtækin eða við bara allir á Austurlandi eigum þetta saman og þetta getur reynst okkur alveg flott markastól fyrir landslutan ef þetta tekst vel hjá okkur. Við þurfum bara að vera duglega að tala appið, svo ég sletti eitthvað word of mouth marketing, að láta fólk vita að það séu spennandi tilboð í gangi, fá fólk til að sækja appið og sem verður mögulega til þess að þetta fólk sem sótti appið sér eitthvað annað spennandi, einhverja spennandi afþreyingu eða spennandi verslun eða viðburð sem að endilega vissi ekki af en enda síðan á að fara á. Þannig að við eigum þetta öll saman og við verðum bara að hjálpast að við að gera þetta að öflugu markaðstóli sem ég full að trúa að þetta geti orðið. Örfáar nýjar breytingar sem hafa orðið á appinu, fyrir utan það sem ég minntist á áðan. Það er þessi sjálfvirku tilboð yfir ákveðin tímabil og það er raun bara það að þú getur haft margvísleg tilboð í gangi en þau birtast bara eftir þeim dögum sem þú vilt. Þannig að mánudögum getur við verið með afslátt á þessu og þriðjudögum afslátt á hinu og það rúllar bara automatist. Það er engin vinna falin á bak við það að þurfa alltaf að setja inn nýtt tilboð eða bæði hjá ykkur og hjá okkur þurfa alltaf að uppfæra daglega, heldur við bara jafnvel mánaðarlega hægt að hendin tilboðum sem rúlla síðan bara eftir dögum. Og kannski mikilvægt líka innbrá því að það þarf ekki að vera með tilboð, fyrirtæki þurfa ekki að vera með tilboð til þess að birtast í appinu. Öll fyrirtæki sem eru skráðin í appi fara undir þjónustaðila flipa og birta síðan í tilboðsflipanum þegar þeir senda inn eða virkja einhver tilboð. Þannig að eins og ég sagði draumamarkmið að allir þjónustaðilar verði þarna inn undir þjónustaðila liðanum og birti svo þarna í tilboðinu þegar það á við. Ef ykkur vantar einhverju upplýsingar eða langar að senda inn viðburði tilboð eða þjónustu, þá sendið bara á austurland@austurland.is eða hafið samband við mig, Yngva eða Kristjánu og við verðum ykkur einan handar ef það er eitthvað sem ykkur vantar að vita. Upplifðu er nýr ferðavefur með svona nokkuð nýstarlegu sniði. Ég sendi post fyrir svona 2 vikum held ég á alla samstaðsaðila sem ég var að kynna bakendan á þessu fyrir ykkur. En á lendingasíðunni, ég ætla kannski bara að sýna ykkur þessa síðu. Svona. Þetta er sem sagt lendingasíðan á, þið sjáu þetta alveg örugglega. Þetta er sem sagt lendingasíðan á þessu upplifðu.is. Þú getur slegið inn upphafstað eða valið upphafstað hvar þú ætlar að byrja. Ég byrjum bara á Seyðisfirði. Og þá koma sjálfkrafa ferðatillögur í grennd við Seyðisfjörð. Það koma áfangastaðir sem eru nálægt Seyðisfirði og kemur með svona tillögur að bara afþreyingu að gera fyrir ykkur. Vefurinn byggir á þessum 10 sekúndna myndböndum eins og við sjáum hér. Og hver og einn áfangastaður er með sitt svona eigi myndband, þannig að sá sem notandinn getur alltaf séð hvað það er sem hann er að fara að skoða, getur sem bara mynda sína skoðun út frá því hvort hann fíli þetta ekki, eða hvort hann nenni að fara þangað eða ekki. Ég sendi ykkur, eins og ég sagði áðan, post daginn varðandi bakendan á þessu, en ykkur stendur semst til boða að fá að logga ykkur inn á bakendan hjá upplifðu.is og fá fullan aðgang af öllum myndböndunum sem eru tengd við Austurland. Þetta eru 1000 áfangastaðir sem eru inn í heildina og í kringum 100 sem eru bara hér á Austurlandi og þið getið semst fengið aðgang að þessum myndböndum og getið nota það í eigin auglýsingagerð eða til þess að birta samfélagsmiðlum. Það er innbyggður myndvinnsluforrit inn í bakendanum,
þar sem ég geti klift saman myndbönd og downloada þeim eða bara downloada stöku myndbandi og megi nota þetta svona nokkuð frjálslega að ég held í ykkar eigin markaðsefni og auglýsingar. Einhver stoppa mig af ef ég að bulla eitthvað núna. En ég held að ég hafi svona... Öll vídeo sem inn eru vídeo sem við eigum. Þetta ekki frá öðrum eða utanakomandi tökumunum eða ljósmyndurum. Þannig að þeir með nota alveg eins og þið viljið. Og það alveg í markaðssetningu sem sé á ykkar fyrirtækjum. Það alveg mikið af flottum myndindan inni og við erum að halda áfram að dæla inn og betrumbæta og markmiðið að reyna að hafa bæði sumar- og vetrarskot af öllum áfangastöðum og þetta bara eins og allt, þetta svona verkefni í þróun og verður bara betra eftir því sem að tími líður. En ég mæli dreif með því að þið kíkið á bakendan og athugið hvort þið getið notað eitthvað af þessu myndefni í ykkar markaðssetningu. Ég sendi ykkur post bara aftur og eftir með upplýsingum hvernig þið komist inn í bakendan og endilega bara tjekkið á því og athugið hvort þetta sé ekki eitthvað sem getur gengið fyrir ykkur. Flott, takk kærlega fyrir Sigfinnur. Þá Jónína næst á. Já, takk. Ég að deila skjá núna? Þetta ekki komið? Jú. Herðu, heil og sæl, gaman að sjá ykkur. Ég búin að heyra í nokkrum ferðarþjónustálum og ég heyri það hugur í fólki. Það farið að verða talsvert bókanir. Þannig að það svona aðeins að lyftast á manni brúnin og það komið vor og það var að vera svona aðeins skemmtilegra. Ég ætla bara að áður en að því Sigfinnur var á undan mér að sko ef það einhver sem veit hvernig Spar Austur gekk í fyrra þá það helst Siffi sko því hann var að vinna þá í Vök og ég held að hann hafi sett einhvers konar Íslandsmet í því að fá fólk til að nota appið. Þannig að ég hvet ykkur eindregið til þess að hafa sambandi við hann og kynna ykkur það að því þetta alveg frábært verkfæri og hann alveg grúlega góður sölumaður og hann getur ráðlagt ykkur vel í þessu. En ég ætla að fjalla í dag birtingaráætlun, almannatengsl, viðburði og verkefni. Og ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá því að til stendur að fara í samstarf með N4 6 sjónvarpsþætti sem eru þá tengdir ferðaleiðunum. Þetta eru þessi þættir sem þeir hafa verið með sem heitir Uppskrift á góðum degi og við erum að fara af stað með þetta bara núna helst bara sem fyrst, núna í maí og júní. Og þetta þýðir það að það svona 20 mínútna þáttur hverja ferðaleið. Þetta verður í línulegri dagskrá N4, fer svo náttúrulega bara á N4 safnið þeirra. Þessu verður dreift á samfélagsmiðlum og það hægt að við fáum einhverja 25 móla sem að birtast í línulegri dagskrá og á Facebook. Við teljum náttúrulega bara að N4 sé frábær vettvangur fyrir okkur, fyrir þessar ferðaleiðir og frábær leið til þess að ná til íslenska ferðamannsins. Við vitum það alveg að N4 hafa digga aðdáendur á landsvísu og þarna ætlum við að reyna að komast svolítið inn á þann markað og vekja ferðaáhuga og áhuga á þessum stöðum. Þetta eitthvað verkefni sem við munum síðan vinna í samstarfi bara með sveitarfélögunum áfram og við erum vægast sagt bara mjög spenntir. Útvarpsauglýsingar, við erum búin að bóka útvarpsauglýsingar eins og vanalega. Þetta eru setningarnar sem urðu fyrir valinu í ár. Við erum að kaupa auglýsingar frá og með núna maí og alveg fram í september. Helmingurinn af okkar auglýsingunum verður Austurlandsappið, Austurland, ævintýri líkast. Og það þannig að ég, svo á móti einni svona setningu kemur þá ein af öllum hinum. Þannig að helmingurinn af okkar setningum verður þessi eina setning og hinn helmingurinn verður úr þessum úrvali af fínum setningum. Harpa Hjarðar hjá Rás 2, hjá RÚV, auglýsingadeildinni, hún að setja saman fyrir okkur að því þeir voru að breyta auglýsingakerfinu hjá sér. Þá getur hún ekki gefið okkur samskonar tilboð hún hefur gert áður, en hún ætlaði samt að senda okkur einhvers konar hópa tilboð og ég mun áfram senda það á ykkur. Þannig ef þið hafið áhuga á því að vera með útvarpsauglýsingar, að þá getið þið fengið farið saman í einhvers konar tilboð. Við hvetjum ykkur náttúrulega til að hengja ykkur við þetta ef þið mögulega getið. Annarkvort tengi ykkur appinu eða ævintýri líkast, Austurland ævintýri líkast. Við vitum að sumir hafi gert það, en það svolítil hætta á því núna þegar auglýsingakerfið búið að breytast hjá þeim, að þá hver stafur, já ég held að sé hver stafur sko, sem þannig að þið hafið það bara í huga og talið við Hörpu fyrir áður en þið planið ykkar út af auglýsingar fyrir sumir. Þessi orðið.
Er það orðið? Já, ok. Austurlandskortið, við gáum það síðast út fyrir 2 árum og síðan eins og í fyrra ætluðum við að gefa út en það var þarna út af dollu sem við gerðum það ekki. Í ár erum við að horfa til þess að gefa það út í 50.000 eintökum og gefa það út til 2 ára. Við bara gefum það út og bara vonandi klárast það sem fyrst. En ég reikna svo sem ekki með því að það verði fyrir eftir 2 ár sem við gefum það aftur út. Það verður samskonar dreifing og hefur verið. Við dreifum því með R3 landið. Þeir eru með ýmsar dreifingarleiðir og við höfum notast við þá. Ég veit að það er ekki yfir gagnrýni hafið að dreifa með R3. En hins vegar er ekki mikil samkeppni á þessu markaði. Þannig ef við ekki dreifum með þeim þá getum við kannski helst ekki dreift með neinum. Hins vegar sömdum við Héraðsprent í fyrra og þeir dreifðu fyrir okkur þessu og Kompás og afrifukortinu og það var bara mjög farsælt. Við vorum mjög ánægð með það. Við erum ennþá að selja auglýsingar og það er alveg síðasti séns að kaupa auglýsingar á alveg feikilega góðu verði. Við erum náttúrulega ekki að gefa út þetta kort til að græða. Við reynum bara að fá auglýsingatekjur til að mæta kostnaði. Og til stendur að uppfæra dagleiðirnar sem að voru aftan á kortinu, þeim verður breytt í ferðaleiðirnar. Þannig að það tali allt saman í gegn. Þannig að þið vitið af því. Það þýðir engar umtalsverðar breytingar nema bara að dagleiðirnar sem eru merktar inn nú þegar að þær breytast í ferðaleiðirnar. Hér er afrifukortið sem við vorum með í fyrra og vakti mikla lukku og við settum þetta upp eins og einhvers konar bucket list og við munum gera það aftur núna þar sem við bendum á Austurlands appið, ekki Spar Austur, og síðan aftan á ætlum við að hafa menningarviðburðina. Það fóru 8.000 kort af þessu í fyrra og þetta var mjög vinsælt. Þannig að við ætlum að halda áfram með það og Héraðsprent mun dreifa þessu. Við verðum með samstarfið í boði náttúrunnar. Við höfum verið með það síðastliðin 3 ár og það er bæði umfjöllun í tímaritinu þeirra. Það fer á vefinn og á samfélagsmiðla. Alla markaðsstofarnar hafa verið í þessu samstarfi. Við verðum í Kompás eins og vanalega, við erum með samstarfi Kompás og við kaupum opnu 2 heilsíður. Okkar samstarfsaðilar fá 25% afslátt af auglýsingum hjá þeim og við dreifum Kompás með R3 hringinn í kringum landið. Þannig ég hvet ykkur til að hafa bæði upplýsingar sveitarfélögin, svæðin og auglýsingar, allt það sem að við náttúrulega hættum með smábókinu fyrir nokkrum árum, en við höfum Kompásin í staðinn og við skulum nota það. Og ég hvet ykkur til að hafa samband við þær hjá Héraðsprent. Það eru alltaf tilbúnar í alls konar, bæði ef við viljum breyta myndum eða textum eða ef þið viljum kaupa auglýsingar. Sumarblað Austurgluggans. Í fyrra keyptum við kálf í Austurglugganum og við erum að skoða að gera það aftur. Svona settum við þetta upp í fyrra og þá var þetta í raun og veru grunnurinn af því sem að var síðan afrifukortið og ég hugsa að við höldum okkur við áþekkt núna. Þannig að fólk getur rifið svona kálfinn út og hengt hann upp á ísskáp og merkt við hvað það gerði í sumar. Ránflýjering er að koma í næstu viku. Síðasta sumar kom hún og teiknaði á veggina á inngöngunni á Seyðisfirði, í ferjuhúsinu. Þannig að fólk fengi ákveðna upplifun þegar það var að labba inn á Austurland. Hún hannaði þar og við vorum búin að sýna ykkur frá því. Hún er sem sagt að koma í næstu viku og hún ætlar að setja þetta og mála á veggina á Egilsstaðaflugvelli. Þannig að þetta er ákveðin innkoma, ákveðin upplifun og ákveðin kveðja. Við erum mjög spenntir fyrir þessu, við finnst þetta mjög skemmtilegt. Og við verðum með einhverja umfjöllun það. Markaðsstofarnar voru búin að setja sig í samband við Gísla Einarsson og hann sagði bara hreint út, sendið mér bara eins margar tillögur og þið mögulega getið og viljið og ég ætla bara að fá að velja úr. Þannig að ég ætla að biðja ykkur, ef þið eru með einhverja hugmynda innslag í landan eða jafnvel N4 að senda á mig eða Jón Knút og við reynum að tróða öllu aðeins sem við mögulega getum. Við lofum engu en munum sannarlega að setja þunga í það að koma því að sem við mögulega getum. Almannatengsl í sumar, þetta er Jón Knútur sér nú svolítið þetta, hann komst ekki fundin í dag en bað fyrir góða kveður. Við erum að fara að klára fréttatilkynningu Austurlandsappið núna í þessari viku. Við verðum með fréttatilkynningu ránflýjering í næstu viku. Síðan verður viðtal við verkefnastjóra Austurbrúar á N4, væntanlega mig, ferðaleiðirnar í júní.
Og síðan þegar ferðaleiðirnar eru endanlega tilbúnar inn á Íst, þá verður fréttatilkynning um það. Við erum einnig að horfa til þess að hafa blaðamannaferð frá annarkvort mögulega einhverjum prentmiðli, Morgunblaðinu eða Fréttablaðinu eitthvað, og fá blaðamann á svæðið til að ferðast hér og munum síðan hafa samband við ykkur út af því. Síðan ætlum við að finna talsmenn úr hópi ykkar samstarfsaðila til að fronta ferðaleiðirnar, koma ykkur í útvarps- eða blaðamannaviðtöl, þannig að við vonum að þið séu bara algjörlega til í eitthvað sprell þegar við höfum samband. Að því sögðu þá vil ég líka bæta við að Íslandsstofa er búið að flagga því og flagga því fljótlega eftir COVID að leið og við færum að koma út úr COVID þá yrðu ansi margir blóðþyrstir blaðamenn sem færu af stað. Og það er strax byrjað við að ég er að fara að hitta blaðamann frá Lonely Planet núna föstudaginn og við eigum allt eins von á því að það gæti orðið svolítil umferð blaðamanna hér í sumar, bæði ekki bara innlendra, heldur erlendra líka. Þannig að þið vitið af því og ef við höfum samband að vonum við bara að þið takið vel í það. Við erum að sjálfsögðu að reyna að dreifa athyglina eins og við getum og mæta því sem að blaðamennirnir fjalla hverju sinni. Látum okkur sjá. Já, síðan vil ég bara minna á Austurlandsnámskeiðin. Þau eru ókeypis og það er hægt að skrá sig inn á austurbrú.is undir bara námskeið. Þá getið þið skráð, þetta er hvort sig klukkutíma námskeið, annað Austurland og hitt móttaka gesta. Þau eru á ensku og þau eru á íslensku. Ég hvet ykkur til þess að ég hvet ykkur til að taka þessi námskeið og ég hvet ykkur til að láta starfsmenn ykkar taka þessi námskeið. Ég held að sé alveg mikilvægt nú sem fyrr að við höfum ákveð bæði veita okkar, sérstaklega við erum með starfsmenn sem eru ekki héðan, þeir fá upplýsingar Austurland og líka bara þannig tone of voice eða hvernig við tölum. Þá er smá skinnbragð á það. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við nýtum þetta og ég hvet ykkur til að láta starfsmenn ykkar taka þetta sem fyrst. Við höfum alltaf sendt út könnun á hverju vori og ætlum að gera það núna bráðlega. Við erum búin að hanna könnun og Sigfinnur stóð sér rosalega vel og við vorum að setja sérstaka áherslu í þessa könnun varðandi fræðsluþörf. Hver er fræðsluþörf fyrirtækja í ferðaþjónustu? Og þannig ég hvet ykkur til þess að gefa ykkur tíma til að svara þessu. Við tókum þessa könnun í fyrra. Eins og þið munið. Niðurstöðurnar voru þannig að það voru flestir bara frekar jákvæðir fyrir sumrinu. Þannig að við eiginlega ákváðum að gefa ekkert út það hverjar niðurstöður könnunarinnar voru. Hins vegar verður spennandi að sjá að geta borið saman þessa könnun við könnunina frá því fyrra og í hittifyrra, af því það mun segja ákveðna sögu. Þannig að endilega svarið þessari könnun fyrir okkur. Nú að lokum að þá verður úrbótaganga. Múlaþing ætlar að láta vinnuskólann sinn fara í úrbótagöngu. Það er í skoðun á Vopnafirði og í Fjarðabyggð. Fljótsdalurinn var búinn að vera með sína úrbótagöngu en við munum allavega að gera okkar besta til að reyna frík upp á ásýnd okkar að svæða. Og þá er ég búin í bili allavega. Takk fyrir. Flott, takk fyrir Jónína. Þá er það Halldóra eða Dóra að segja ykkur frá austfirsku matvælunum. Já, sæl. Gaman að vera með ykkur í dag. Nú ætla ég að reyna að finna kynninguna mína. Sjáu þið þetta? Nei, byrju nú við. Það ert ekki ít á share. Ó, ég er búin að því held ég. Svona, víti ég hérna á share screen og þá kemur alls konar upp hérna. Þannig er þetta. Þetta er núna komið. Þannig er þetta? Það er ekki. Jú. Ok. Svona. Já, það er gaman að vera með ykkur hérna í dag og ég verð bara að segja að sem Austfirðingur er ég mjög stolt af öllu þessu frábæra starfi sem er í gangi og ég held að við séum bara stefni frábært sumar. Verkefni sem ég langar að segja ykkur frá er sem sagt austfirsk matvæli í austfirskum verslunum og við sóttum nýverið styrk í Lófusjóðan sem er sem sagt nýsköpunar styrkur atvinnuvega og nýsköpunar ráðuneytis
og verkefnið okkar sem að við vorum að sækja í snýr að því að gera markaðs- og kynningarátak á austfirskum matvælum í austfirskum verslunum. Og við ætlum að láta útbúa sérstakar heillamerkingar, límmiða til að setja í glugga við inngang, bæði í matvöruverslunum og á veitingastöðum og auk þess annað kynningarefni, til dæmis plaggöt sem verða hengt upp. Og appelsínugula Austurlandsstjarna verður vegvísirinn. Nú, verslanir, matvöruverslanir á Austurlandi munu síðan merkja allar austfirskar vörur, hillur þar sem þær eru, sérstaklega með stjörnunni. Auk þess að kynningarefni mun leiða fólk sérstaklega að þessum vörum í verslunum. Dóra, Já. kynningin þín frosin. Hún bara eins og sé að vinna eða eitthvað. Ok. En prófa að loka og opna aftur eða það... Sjáuð ekki, það búið að vera mjög lélegt netsamband í dag, sko. Við sjáum glærurnar, en við sjáum bara eins og venjulegt PowerPoint og það hefur ekkert færst til neitt hjá þér. Ég er ekki búin að skipta núna. Að mér sýnist þetta biðmerki vera farið, prófa að fara næstu glæru núna. Og sjá, ég er búin að skipta. Ég held að þú þurfir að fara út úr þessu og setja þetta inn aftur. Ok. Stop share. Ok. Það búið að vera mjög dapurt netsambandi hjá mér í dag. Við sjáum alveg glærurnar. Já, og ekki bara hafa þetta svona og þá ég þurfa að hoppa. Jú, farðu bara á milli, þá frýs ekki neitt. Já, svona. Já, og þetta kynningarefni mun þá leiða fólk að vörunum bara í þar sem þær eiga heima í verslunum. Við ætlum einnig að hvetja alla veitingaaðila til að setja stjörnuna í glugga þar sem gengið er inn og merkja rétti á matseðlum sem innihalda austfirskt hráefni og eða austfirskar vörur sem eru nýttir þá í viðkomandi réttum. Nú, hugmyndin að þessu kviknaði raunin út frá samstarfi sem að miðstöð Téttarsló á Íslandi sem er á Djúpavogi og kjörbúðin á Djúpavogi hófu síðastliðið sumar. En þar fá vörur sem framleiddar eru í Djúpavogshreppi hinum gamla, sérstaka Téttarsló merkingu. Og þetta verkefni fór af stað síðasta sumar og framleiðendur sem taka þátt í því tóku strax eftir mikilli aukningu á sölu. Og ég vona að nú að sjá hvað gerist ef ég fer svona. Setti bara open link þegar þú fórst að þarna. Þannig open og þá ætti það að koma. Open link hérna. Sjáum við þetta? Nei. Kemur ekki. Þú þarfst örugglega að færa það til. Já, breyta share screen yfir í vafranðinn sem þetta opnaðist í. Oh my god, krakkar. Heyrðu. Já, þið fara alveg með mig. Svona, viljið þið leiða mig áfram? Hvað segið þið? Fer í vafran? Siffi, þú manst hvernig leiðin er. Já, þú verður að fara niður í share screen og breyta yfir í annan skjá. Þú veist að loka kynningunni. Þú ert örugglega að deila kynningunni en þú þyrftir að deila bara skjánum þínum þannig að við sjáum þegar þú flokkar á milli forrita. Og gera svolítið. Nú gerst eitthvað. Nú var hljóðið hjá þér mjög skrítið, en við sjáum. Hljóðið hjá þér er mjög skrítið. En núna? Já, komið.
En sjáu þið ekki fréttina? Jú, Ok, saman. flott. Það var sérst þannig í fyrrasumar að það var ákveðið að fara í svona átak og kjörbúðin og Tjittarsló fór í þetta samstarf og það var sérst gert þannig að vörur sem eru framleiddar hérna á Djúpavogi og í Berufirði fengu svona sérstaklega Tjittarsló merkingu og ég var gaman að sérst ég var að lesa það sem að sveitarstjórinn Gauti skrifaði og það er svolítið línan í þessum kynningum sem hafa verið hér í dag að þú veist saman getum við haft áhrif og þessi fyrsta mynd er bara honum og verslunarstjórunum þar sem þau eru svona með Tjittarsló fánan og hérna sjáu þið til hægri svona plaggat sem var sett upp þar sem er verið að útskýra bara hvað Tjittarsló er og verið að við færum í eitthvað svipað, það væri kannski minni texti og meiri myndir og svona svolítið svona kannski upprópunarmerkis þema á því og síðan sjáu þið hérna í hillunni þetta appelsínugula Tjittarsló merki þar sem að þetta salt sem er framleitt hér á Djúpavogi fær sérstaka merkingu og síðan eru miðar sem koma svona út úr hillunum líka sem maður getur lesið þegar maður lappar framhjá. Hérna til dæmis Lefever hot sauce sósurnar og það er sama þar og það var mikil aukning í sölu og síðan er hérna boppið. Þannig að þetta er eitthvað sem að svona sambærileg hugmynd sem að við erum að fara í. Nú ætla ég að athuga hvort að ég kom aftur inn í kynninguna. Hvað sjáu þið núna? Kynninguna. Sjá kynninguna. Ótrúlega flink. Og hérna já, eins og ég sagði áðan, þá sóttum við í Íslandslóðsjóðinn og markmiðið var að fá allar matvöruverslanir á Austurlandi til að vera með og það tókst og við vorum alveg ótrúlega ánægð með það og það er allar að vera með út frá þessum forsendum sem ég fór yfir áðan utan þess að krónan ætlar að gera aðeins öðruvísi á séti, þau vilja setja bara allt í rauninni upp saman á einn stað. Við fengum líka samtök smáframleiðenda matvæla með okkur sem samstarfsaðila og þau náttúrulega hafa tengingu þarna inn til framleiðenda og við erum núna að fulla undirbúa verkefnið og erum að fara að vinna hönnun kynningarefnis, fá framleiðendur til þess að prenta og gera og græja og við stefnum að því að halda sameiginlegan opnunardag og vonandi náum því fyrir part sumars og munum að sjálfsögðu hérna vekja mikla athygli á því. Bara að lokum að þá langar mér bara aðeins leyfa ykkur að sjá svona hvernig þetta er hugsað. Myndin hann til vinstri, þetta er þessi gluggalímiði sem ég var að tala um að þegar gengið er inn í verslun eða veitingastað þá blasi þessi mynd við af Austurlandsstjörnunni og síðan er búið að útbúa þessi litlu lógó sem að framleiðendur og prentað á umbúðir matvæla og þetta fyrir í hillumerkingarnar og á matseðla á veitingastöðum. Þannig að stjarnan verður svona leiðarljósið okkar í þessum merkingum og vonandi bara fáum við sem flesta framleiðendur og hérna veitingahald til að vera með af því að þannig virkar þetta best. Takk fyrir mig. Glæsilegt, takk fyrir Dóra. Þá ætlar hún að taka við og segja ykkur frá því hvað ætlum að gera með samstarfsalum. Gjörðu svo vel. Herðu, takk fyrir. Eruð þið ekki farin að sjá skjáinn hjá mér núna og síðan í formi kynningar? Það er bara, það hlýtur að vera bara eitthvað rugl í. Við sjáum hana en eins og segir ekki eins og, jú, nú sjáum við bara skjá. Já. Þarna er það ekki? Nei. Nei. Ef við sjáum sko PowerPointið. Ok.
ef þú sækir bara kynninguna, ekki desktopin þinn. Þegar þú segir sér og lokar þessu öllu og sækir bara kynninguna sjálfa. Já, ég á henni bara. Já. Herðu, Þetta stopp bara- sér og ég ætla bara að prófa aftur, því þetta á ekki að láta svona. Ok, erum við á einhverju leið eða? Gerst ekki neitt. Láttu þetta þá bara vera svona. Það sleppur alveg. Og ekki núna. Nei. Og ég ætla að prófa einu sinni viðbót. Núna? Nei. Nei. Þetta er mjög skrítið. Já, þetta er nefnilega mjög skrítið. Ég var að ljúka við fund klukkan 1 þar sem allt var bara, ég þurfti ekki að standa í þessu vesinni. En, að sjá. Inga, ég ætla að fara út og koma inn aftur. Nei, láttu þetta bara vera. Þetta er allt í góða leið. Nei, já, hún bara fór. Ok. Hún bara snögg að fara. Já. Hún ætlaði nú ekki að láta klaga það upp á sig, hún hefði ekki náða að gera þetta með stæl. Nei, hún lítur eins og þú komið aftur. Við erum bara rólega með hann. Við erum alveg á réttum tíma og allt saman, þannig að það er ekkert, við erum ekkert stressið hér. En, já, en hún er ekkert. Herðu, ég er komin inn. Jæja. Og ég var farin að sjá ykkur á öllum skjáunum mínum. Það er svona stökk ég út. Og það er rosa gott að aftengja bara hina skjáina með hana. Herðu, nú á þetta að fara að koma. Herðu, það sem þið sjáið eru glærurnar allar, er það ekki? Jú. Já, og ég ætla bara að halda því þannig. Jú. Ég var orðin svo geggjað peppuð eftir þessa yfirferð hjá okkur að ég var að stofna bara rekstur og hringi í Jóninu og segi ég vil komast í alla þessa þætti og búin að setja Austurlandslímiðan í gluggann hjá mér og skella síðan spurningu á Facebookið og eftir og spyrja, ert þú búin að hlaða niður Austurlandsappinu? Því þar eru hlutirnir að gerast í sumar. En ég er síðust og líti á það, ég sé punkturinn yfir yfir og ég fæ að fjalla samstæðsaðila og vöruþróun og markaðssetningu og fjör. Mér leiðist það nú aldrei. En við erum strax farin að huga að því að vinna að vetrar markaðssetningu varðandi vöruþróun og markaðssetningu varðandi vetrarferðamennsku. Við vildum hins vegar bara klára þennan dag í dag og við komum til með að halda áfram öll teymin í næstu viku og byrja að vinna að vetrarþjónustunni. Við komum til með að vera með það í formi vinnustofa og fyrirlestra og markaðssetningin er bæði hérlendis og erlendis, við horfum á það. Síðan langaði mig að koma aðeins inn á í haust ætlum við að fara af stað með fyrir samstarfsaðilana svo kallaða ferð og yfirskriftin á henni ertu með í ferð og ég vona svo sannarlega að viðbrögðum verði ó já og hef grunum að allir hafi áhuga á að hoppa borð með okkur og fara af stað. Við ætluðum og hefðum vilja fara af stað með þessa ferð með samstarfsaðilum núna í vor. Einfaldlega af því að við ætlum að leggja svolítið áherslu á ferðaleiðirnar og fara hverja ferðaleið fyrir sig. Þetta er dagsferð sem við förum af stað frá morgni og komum heim í hádeginu daginn eftir
og við verðum með vinnustofu og svona pælingar á þeim áframhaldandi þróun á þessum ferðum og hvernig við viljum sjá þetta vinnast áfram. Við ætlum að byrja á leiðinni Austurströndina, það verður fyrsta leiðin okkar. Og síðan verður bara gaman að heyra á í rauninni vinnufundunum, hvað þið sjáu fyrir ykkur næst. Eigum við að taka eina ferða á vorin á hverju árið, eigum við að taka þér þjarta til þess að komast hraðar yfir það, því að þetta er fyrir samstarfsaðilana að koma, tala saman og sjá bara betur og upplifa sjálf hvað við erum að presentera fyrir öðrum með ferðaleiðunum. Og síðan bara, já, við erum alltaf búin að vera með reglulega morgunfundi og við ætlum að halda þeim áfram frá næsta vor. Þetta er síðasti morgunfundurinn í bili í morgun, við færðum hana þess að þetta er síðasti fundurinn í bili í þessari fundaröð sem við höfum verið með og við munum síðan halda áfram í haust með fundi en fundaraðirnar koma svona til með vorinu. Haustfundur, uppskeruhátíð, skemmtun, alls konar fyrir samstarfsaðila. Við erum að hugsa október, nóvember. Tímasetning þetta á bara eftir að koma alveg nákvæmlega í ljós þegar að nær dregur. Þar ætlum við að fjalla veturinn og ferðaleiðirnar og ráðstefnuna, vinnustofur og húlumhæ. Þetta verður kynnt síðar, en þetta verður dagur sem verður fyrir samstarfsaðilana þar sem við hristum okkur saman og förum yfir sumarið, hvað við ætlum að gera framundan og kynnast líka bara betur. Mér langar bara að segja frá frábæri ferð sem við fórum með hópnum sem tók þátt í Ratsjáni, Austurlandið, þar sem við flökkum á milli þeirra þáttakenda. Og það er bara svo mikilvægt að koma saman og taka spjallið saman og þetta leiddi af sér bara viðskiptasambönd og bara, þetta er bara svo mikilvægt. Koma saman, tala saman og vinna saman að hlutunum til framtíðar. Síðan bara vil ég minna ykkur á að fylgjast vel með á bara Facebook-hópum okkar, Austurbrú samstarfsaðilar. Og vera virk þar, endilega setjið inn, þó að sé ekki nema spurning eitthvað eða bara annarkvort hafa samband við mig eða setja inn á Austurbrú samstarfsaðilar, Facebook-hópin okkar. Annars hlakka ég rosalega til að þessu þegar kemur að þessu húlumhæ og alls konar skemmtileg heit að vinna með ykkur öll saman. Ég minni enn og aftur á Austurlands appið þar sem hlutirnir að gerast og bara takk fyrir mig. Takk, Adda. Takk kærlega. Og þú mátt hætta að séra. Ég ætla aðeins þetta var flott, ég ætla að fá aðeins að séra núna öðru. Það sem við erum búin að fara yfir núna í dag svolítið að fara yfir þennan hring og það sem við erum að gera í öllum þessum þáttum og vonum að við höfum gefið ykkur góða mynd af því og eins og við sögðum í byrjun viljum við gjarnan heyra frá ykkur ef að það er eitthvað sem þið viljið bæta við eða breyta og pæla og svo framvegis. Þið munið fá kynninguna í PDF-i eftir fundinn og upptökuna, en við erum hér með svona tímalínu fyrir sumarið sem þá bara fyrir ykkur til þess að sjá og fylgjast með og tjekka. Þetta er auðvitað aldrei, þetta eru áætlanir og tímalínur, en við höfum svona sett þess að þið fáum svona smá heildarmynd af því sem við erum að gera. Og þetta er allt það sem við erum búin að nefna hér í dag sem er þarna inn á þessari línu. Svo bara langar okkur aðeins að minna á eins og Adda og Siffi og bara við öll erum búin að tala að við eigum þetta, þið og við eigum þessa samfélagsmiðla, við eigum þetta allt saman. Þetta er allt það sem þeir eru samstarfsaðilar að og vinnir með okkur að. Þannig að gleymum því aldrei að þetta verður aldrei betra heldur en það sem við erum að gera sameiginlega í þessu. Og munið að nota hashtagið Austurland og taka allt með Visit Austurland svo hægt sé að nota þetta í öllum samfélagsmiðlunum og ef þið gerir það ekki þá getum við ekki deilt því, það er eiginlega bara svo einfalt.
og lítið ykkur líka efni sem við erum að deila og ef það eitthvað þá bara heyrið í okkur og Siffa og Yngva með það ef það eitthvað sem sérstætt sem þið viljið líka og bara munið eftir að láta okkur líka vita á áhugaverðum hlutum, til dæmis ef að þið heyrið af einhverjum áhrifavaldi á ferðinni sem við höfum bara ekki hugmynd að endilega pikki í okkur með þetta, að það getur líka bara verið skemmtilegt fólk, að það ekki endilega verið einhverju frægir, en það getur til dæmis við vorum að tala áðan, við erum stundum með vandræði með að bara fá almennilega myndra fjölskyldufólki, eitthvað flottur sem að koma og á ferðinni. Og sama með að viðbruna að minna okkur á líka þar og taka vel í ef hafa samband þegar svo við og hendið á okkur skemmtilegum hugmyndum. Þetta lokaglæra dagsins og þá langar okkur bara að eiga smá spjall með ykkur. Við erum eitthvað aðeins að pæla og langar bara að kasta þið til ykkar hvort að nöfnin á ferðaleiðunum séu nægilega lýsandi. Þá erum við að hugsa íslensku nöfnin og hvort það eitthvað sem þið hafið skoðun á að breyta að bæta og líka bara langa okkur að heyra kannski bara almennt séð frá ykkur varðandi samfélagsmiðlana, hvernig gengur og hvort það eitthvað sem að því að við erum kannski svolítið að hugsa sumarið og verðum kannski fáliðaðri, hvort það einhverju sem ætla að gera eitthvað skemmtilegt og vilja kannski aðeins taka þátt í með okkur að efla Austurlandsmiðlana. Þannig að við segjum takk öll sem erum búin að tala hér í dag og viljum bara gjarnan fá að heyra í ykkur núna þegar ég hægt að sér það. Hvernig ykkur líst á og hvort að það eitthvað sem þið spurningar hafið skoðun á ferðaleiðunum og svo framvegis. Einhver sem vill byrja? Og ég ætla að horfa á Skúlabjörn. Skúlabjörn, viltu hafa smá skoðun á þessu? Akkur ára á mig? Ertu ekkert að hlusta á okkur? Já, ég er alveg að hlusta. Búin að hlusta með athygli á allan tímann, sko. En þetta hljómar allt saman bara mjög vel, sko. En auðvitað þarfnast mikils samtakamáttar hjá okkur öllum til þess að þetta gangi almennilega upp. Ég var með aðeins kannski spurning á Siffa með og þegar var að tala að þið verður að taka við efnin og upplifu.is og bæta ykkur þar inn, sko. Vil ég fá ykkur drónaklipp og eitthvað svoleiðis af einhverjum fleiri stöðum heldur en eru þar inni, sem sagt. Yngvi, þú ert svona aðalmaðurinn í myndböndum og ljósmyndum og efni. Ég kannski fæ aðeins að bæta við. Það er þannig að upplifðu verkefni sem að fer af stað með markaðsstofunum í fyrra. Hún var launchað síðasta sumar en var aldrei kynnt. Það verður kynnt í sumar, það verður samfélagsmiðla herferð sem fer af stað frá markaðsstofunum sameiginlegt núna, eða áfangastaðastofunum réttar sagt. Það fer af stað núna í vor, núna í maí. Það er þannig að Íslandsstofa mun taka við þessu verkefni. Það við erum í samningaviðræðum, markaðsstofunar í samningaviðræðum við Íslandsstofu það að þeir taki við þessu. En það er ekki bara, það er á lokastigum, það er ekki búið að klára samningana. En verði það að veruleika, þá verður bætt verulega við stöðum að því upphaflegi samningurinn okkar gerði ráð fyrir 100 stöðum og myndböndin taka raun og veru mið af því. Þannig að við þurfum að fjölga stöðum til þess að við getum haft mörg myndbönd að baka hvert stað en við þurfum að fá fleiri staði inn. Þannig að við erum svona pínu vonguð með það að við getum bætt við fleiri stöðum í sumar. En Yngvi getur svarað þessu með kamerunnar, efnið þar að segja. Já, okkur vantar alltaf meira efni og ef þetta er efni sem að má vera inn á upplifðu og aðrir mega nota þá bara endilega, já. Gott. Alla, nú er ég bara að pikka í það sem ég sé aðeins að heyri í ykkur. Díana er með hendina uppi líka. Nú, ég sé hann ekki. Já, Díana. Já, komið sæl. Bara frábær fundur og maður er svona pínu, ég veit ekki alveg ekki bugaður en fyrir mér er þessi samfélagsmiðlar dálítið einhvern veginn eitthvað sem mér finnst mig ekki nógu góðum tökum á og þetta myndefni og séra þessu og taka alla og eitthvað þannig að það væri held ég frábært ef það væri hægt að gera eitthvað svona og kannski erum við búin að gera það, ég hef kannski bara ekki alveg verið með en þannig maður svona náir betri tökum á þessu. Það er bara eitt sem ég langaði að nefna, það er hálendishringurinn. Mér finnst þetta bara glata nafn, mér finnst þetta ekki nafn og ég vil að þetta heiti eitthvað, ekki Golden Circle en
en eitthvað catchy. Og ég man ekki hvað hinar leiðirnar heita, en allavega það sé eitthvað meira grípandi heldur en þetta. Hvað sérðu? Kláraðu. Já, það var svo sem ekkert meira svona þannig séð sem að ég hripaði hjá mér, en bara frábær fundur, frábær vinna sem búin að vera í gangi og bara mjög spennandi. Takk. Gott. Siffi, vilt þú kannski pæla þess að þú hefur aðeins verið að pæla í þessu með samfélagsmiðlana? Já, við erum búin að tala um það, við gáðum út daginn þessar repost upplýsingar sem að María gerði það hvernig fólk getur repostað myndum frá öðrum aðilum og það kannski alveg bara pæling að gera svipað með þessi tögg og hashtag og bara svona fara svolítið pínu ofan í saumana hvernig við getum verið svona skilvirkari á samfélagsmiðlum ef það einhver vilji fyrir því. Það bara ekkert mál að græja smá glærupakka með svoleiðis. Flott. Alla hjá Vökbaths, heyrðu mér? Já. Já, mér finnst það bara frábært. Ég ótrúlega ánægð með bara þennan fund og vita í raun og veru bara hvað á dagskrá og elska þessa tölfræði frá Ingu Hlín líka því að ég svona mikið tölfræðimanneskja upp á að geta verið að meta hvað við erum að fá marga á svæðið og fjölga þeim. Því að ef við erum í samstarfi öll að þá fáum við miklu fleiri aðila til að koma á heildina til Austurlands. Ég byrjuð í samstarfi við nokkra og að fara, vill endilega heyra frá öllum bara varðandi samstarf. Ég hitti Elí þó rétt á hann en ég mig langar að setja upp ferð sem fjórhjól og Vökbaths, bara og vera með það til sölu á heimasíðunni okkur. Ég og Díana Mjöll erum að búa til ferð sem Stuðlagil og Vökbaths og erum líka með Kósi og Egilsstöðum í samstarfi við Icelandair og svona, þannig að það bara mjög gaman. Ég líka til að taka þátt í þessum fundi um samfélagsmiðlana, hefur alveg ágætis þekkingu þar líka, þannig að bara að gera að við séum öll að deila þekkingu bara á milli okkar til þess að við skörum fram úr og verðum sem mest sýnileg og hjálpumst að. Ég er líka að fara í samstarfi við Sýrekstaði með matinn á seðli og annað, þannig að ætla svona taka þau og hafa þau með, og bara svona ýmislegt, en mér finnst það bara rosalega flott og bara hlakka geggja til að fá þvílíkt marga á Austurland í sumar. Þannig að mér langar að reyndar að hvetja alla til að vera með mikið að gerast í maí af því að það margir að fara að skipuleggja og að skipuleggja ferðirnar sínar og hvað að fara að gera í sumar. Þannig að við erum að byrja með brönns núna helgina, við erum að fara vera með trúbadör núna 12. maí, langar líka að gera eitthvað hvítasunnuhelgina, þannig að það er svona bara ég held sé mikið tækifæri að vera mjög sýnileg í maí til þess að fá fólk til að koma á Austurland í sumar líka. Frábært. Elí, ég held að þú hafi verið að segja eitthvað á þann, það ekki rétt í mér? Já, það var bara inngrip í hálendishringinn. Það var gaman bóndi sem kom nú með tillögu búin að ræða þetta í mörg ár. Það kom tillögu nafni sem var annarkvort Drekinn eða Ormurinn. Mjög frumlegt. Nafnanefnd getur tekið þetta fyrir. Ormarhringurinn, djók. Þau eru ekki bara einhverja nafnasamkeppni inn á Facebook síðunni, það er hægt að koma og svo getur fólk þá kosið hvað líst fólki vel mest á. Jú, algjörlega. Algjörlega, það eru mjög góð hugmynd og líka henda inn nýjum hugmyndum fyrir okkur af því að kannski að sérstaklega á íslensku það er til dæmis einir náttúruleiðin. Hún ekkert mjög lýsandi nafnið á henni eða svona eitthvað sem catchy, þannig að en svo er ein sem heitir Eistahaf sem ég finnst mjög flott því hún í alvörunni alveg við Eistahaf. Þannig að það er svona þessar pælingar. Þannig að já, við eigum ekki bara að kasta þessu inn á samfélagshópinn okkar. Tökum bara eina leið í einu og höldum henni inn og finnum nýtt nafn og tökum svo næstu. Já, það er bara hljómar vel. En einhverju fleiri spurningar, pælingar? Kannski ein athugasemd. Já. Nú náttúrulega að tala að reposta eins og óðir menn og konur. Náttúrulega í síðustu leiðbeiningunum var rosalega mikið lögð áhersla á að senda skilabóð á samþykki.
Ég skil það gagnvart einstaklingum, en þá spurningum við verðum bara með þegjandi samkomulag ef ég sé til frá Vök eða frá móður jörð eða hvað það verður, að það sé bara samþykki allra milli að mega reposta þá að gramminu eða annað. Ég held að aðalega með samþykkið það hefur bara með þegar það eru, þú veist, eins og Instagramarar sérstakir á ferð, sko, þú veist, við erum aðalega að benda á það, að fá samþykki hjá þeim sem eru að selja sig út fyrir samfélagsmiðla. Ég held að sé alveg stórsnjallt eins og þú leggur til, að það bara sé þegjandi samkomulag þangað til annað kemur í ljós. Já, allavega okkur á milli í raun og veru. Já, ég held að fyrirtæki séu bara alsæl þegar það er repostað og þau nefnd og slíkt, sko. Já, það eru all fyrirtæki glöð með það. Það er eitthvað skrítið ef þau eru ekki glöð, sko. Nei. Þetta er raun og veru bara eins og Ása Steinars eða eitthvað álíka, sko. Þú veist, þú ert alltaf að reposta efninu hennar og sérst bara, þú veist, það er eiginlega bara þannig held ég. Og svo baki ykkur ekki ykkur að skaðabóta, skildu að fái bakreikninga. Já, ef þetta er áhrifavaldur, ljósmyndari, fjölskyldumynd eða eitthvað sem ykkur langar til að reposta, þá verður það verið í sambandi við aðilann fyrst. Það er alveg krúsjál. Og í skriflegu, þú veist, í message eða e-maili eða einhverju. En ef þetta er búð, skilur við, ef ég var að reka búð og þú myndir vera með bolla sem ég var að selja og myndir taka mig, ég myndi vera geðveikt ánægður. Og svo myndi ég reposta, skilur við, frá þér innan hjá mér, þú veist, bara eins og þetta rúllar inn á vefnum, þú veist. Ég held að sé, ef ég má koma með eitt, að mér langar aðeins að fá að heyra frá fyrirtækjum með appið. Við vitum að það er ekki fullkomið og við vitum við þurfum að hafa einhvers konar vinnustofu þar sem við fáum upplýsingar hvað má betur fara. Við sjáum það náttúrulega bara sjálf nú þegar, að það má bæta það aðeins, en við erum nú samt býsna ánægð með þetta skref, þetta var stórt skref. Þannig að hvernig leggst þetta í ykkur og sjáu þið fyrir ykkur þið getur notað tilboðin fyrir sumarið? Ég skal ríða á vaðið, já, ég tók bara ákvörðun daginn. Ég ætla ekki að vera neinn tilboð út af því frá mér í sumar, í hjólinn og axarkastið. Planið er að keyra eingöngu gegnum appið, ef einhver fyrir að suða og væla. Og náttúrulega ef það dettur upp eitthvað annað, þá bara dettur upp og verður skoðað. Og sama eins og var skoðið gerð með leigubíl hjá Lilju. Ég sé að við ætlum að breyta því hjá henni. Undir bara að fara í þjónustu. Þannig að appið er komið til að vera að mínum mati, sko. Gott að heyra. Fleiri sem vilja tjá sig appið? Já, hæ. Ég er bara mjög ánægð með þessa síðustu breytingu og ætla að nota þetta og komin með tilboð inn. Eina sem það er ekki mikið að sé að fólk sé að koma, það hefur ekki verið fram á þessu eins og í fyrra. Það var ekki mjög margir sem voru að koma og maður var svona meira að minna á það, fannst mér. En ég vona að það breytist og ég er sjálf, þeirra skoðunar er sjálf byrjuð einmitt að deila og minna fólk á að hlaða þessu niður og nýta þetta og ætla að nota þetta fyrir svona ákveðin tilboð hjá mér í húsi handana. Eitt annað sem að mér langar til að minnast á, það er að nú eru bara komnir ferðamenn á hverjum einasta degi koma núna ferðamenn til mín að hluta til af því það liggja einhverjar gamlar upplýsingar að við séum upplýsingamiðstöð Austurlands og það er sérstaklega í tengslum við ferjudagana og ég bara er að velta fyrir mig hvað er eitthvað plan sko, í sambandi við upplýsingagjöf. Það er mikið verið að spyrja útilegukortið, eru tjaldstæðin opin, hvað, þú veist, er Egilsstaðastofa, er upplýsingamiðstöðin búin að opna þar? Já, hvert á ég að vísa þessu fólki? Það er búið að loka upplýsingamiðstöð Austurlands sem var sem sagt til húsa hjá húsi handana. Það er búið að loka allt land í raun. Já. Er tilbúið upplýsingamiðstöð á netinu? Er hún tilbúin? Þú ert auðvitað með vefina með öllum upplýsingum og svo er verið að vinna hjá Íslandsstofu og Ferðamálastofu, Visit Iceland sem á að koma í raun inn á upplýsingamiðlunina. Þannig að það er raunverulega bara að vísa fólki á netið með upplýsingar. Já. Og þá er svo inn á appið líka og annað.
þú vísar þeim í það. Þetta eru flóknari spurningar, skilurðu henn svo, þú veist, það er oft verið að pæla í, skilurðu, veður, ferðalengd á milli staða og alls konar sérstaklega á jaðartímanum, eins og núna er búið að vera snjókoma og fólk sem verður óöruggt þegar kemur og Þetta eiga að vera upplýsingar sem verða inn á Visit Iceland síðunni í framhaldinu. Þar á að vera allt með Safe Travel og allar almennar upplýsingar vegi. En það sem er náttúrulega sértækt fyrir hvert svæði fyrir sig er eitthvað sem við þurfum kannski bara að svara sjálf á hverjum stað fyrir sig sem við vitum. Það er bara, þannig er bara staðan, sko. Það er bara horft til þess. En er búið að opna almennt tjaldstæði? Það er opið tjaldstæði upp í Fljótsdal og Hallormsstað allavega. Já. Þannig að svo ég fá að segja eitt orð rekandi Egilsstaðastofu. Við erum náttúrulega upplýsingamiðstöð og það er náttúrulega búið að vera opið í allan vetur, bara lítill opnunartími, þú veist, bara því að það hefur ekki verið þörf á því og er opið núna ennþá bara virkadaga til hádegis, sko. Þú veist, ég er bara að skoða það núna að fara að auka í, ég er bara ræddi við sveitarfélag, ég fengi að meta þetta, þú veist, það var náttúrulega bara tímabil ekki neitt að gerast. Þannig að fyrir COVID, þú veist, þá vorum við náttúrulega alltaf með opið, það hafði verið opnunartími allavega 8 til 4 í svona fram til 15. maí. Og svo náttúrulega byrjar 1. júní, þá er náttúrulega opið frá 7 á morgnana til 11 á kvöldin, þú veist, það verður ekki breytt. Þannig að, og eins og þú veist, Lára, þá náttúrulega er tjaldsvæði hér opið allan ársins hring, en það er mitt. Já, þetta tengist þessu útilegukorti sem virðist ekki vera neinstað til sölu núna. Það er gefið upp, sko, á pósthúsinu, en það er ekki komið þangað og ekki hjá ykkur. Eruð þið ekki að selja það? Við? Já. Við vorum að selja þetta, en nei, við erum ekki að selja þetta lengur. Þið ætlum ekki að selja þetta sem búð, eða þú veist, bara þið gerðu þetta sem upplýsingamiðstöð? Ég hef bara ekki íhugað það, einhvern veginn fannst mér bara að fylgja þessum upplýsingamiðstöð að pakka það. Ég gæti kannski gripið þann bolta, bara svona. En það er auðvitað hægt að kaupa þetta á netinu, en þau geta bara ekki prentað út, sko, sem sagt, þau geta ekki prentað út kortið sjálft. Þannig að þau þurftu þá að komast í prentara, það er eitthvað vandamál. Já, það var ekki aðeins hjá mér. Nei, góð ábending. En nú er tíminn okkar liðinn, nema er eitthvað sem brenni, en að öðru leyti myndi ég bara segja takk fyrir kærlega í dag og takk allir sem tóku þátt í vinnunni og öll komment og annað. Og nú bara ætlum við bæði að deila öllu eins og vindurinn eins og þið segið og líka taka þátt í því að finna ný nöfn með okkur eða samþykkja nöfnin sem eru á ferðalegunum inn á samstarfsaðila hópnum. Þannig að bara takk kærlega öll sem og hlakka til að sjá okkur næstur í Jekimustur. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk, gaman að sjá okkur. Bye bye. Bye.